Tónakistan er nýtt og spennandi tónlistarkennsluefni sem styður við leiðbeinendur og gerir tónlistariðkun með börnum einfaldari. Helsti kostur kennsluefnisins er að það er engin þörf að hafa bakgrunn eða þekkingu á tónlist til þess að geta notað það. Tónakistan stuðlar að bættri tónlistariðkun og hvetur og eflir til sköpunar meðal barna og fullorðinna. En af hverju tónakistan? Hún er stuðningur sem eykur öryggi starfsfólks í tónlistariðkun og myndar samræmi milli deilda skólans. Hún inniheldur verkefni sem eru fjölbreytt, skemmtileg, með markmið og ávinning fyrir bæði börn og fullorðna. Tónakistan hentar vel inn á bæði elstu deild í leikskóla og yngstu bekk í grunnskóla. Ég heiti Sæbjörg Eva, höfundur tónakistunar og ég ætla að kynna ykkur fyrir því hvernig ég má nota tónakistuna í starfi. Tónakistan samanstendur af kistu með hljóðfærum, hjálpargögnum með spilum og kennsluefni á rafrænu eða útprentuðu formi. Hljóðfæri tónakistunar eru sérstaklega framleidd fyrir börn og eru því með örlítið lægri hljóðstyrk en önnur hljóðfæri, sem gerir það verkum að þau henta mjög vel inn í kennslustofur og hlífa eyrum bæði barna og fullorðinna leið. Hljóðfærin eru notuð samhliða flestum leikum og verkefnum kennsluefnisins og fá þá börn að upplifa tónlist á fjölbreyttan hátt og prófa ýmsu hljóðfæri leið. Kennsluefni tónakistunar er skipt upp í 4 kafla. Það eru samverustundir, tónlistarleikir, skapandi verkefni og segðu mig sögu. Öll verkefni kennsluefnisins eru sett eins upp. Fram kemur áætluð tímalengd, ráðlagður fjöldi þáttakenda og svo hvort notast skuli við meðfylgjandi hjálpargögn og eða hljóðfæri. Öll verkefnin hafa markmið og í þessu tilfelli er það til dæmis að virkja börn í sköpun, að efla málþroska og gefa börnum tækifæri til þess að kynnast mismunandi hljóðfærum. Svo koma leiðbeiningar skref fyrir skref. Og þegar leiðbeinandi hefur kynnt sér leiðbeiningarnar skal hafa í huga að þær eru fyrst og fremst til að styðjast við og hver og einn getur mótað verkefnið eftir eigin höfði og aðstæðum. Hjálpargögnin eru spil með myndum og annað efni sem styður við verkefni kennsluefnisins. Í leiðbeiningunum kemur fram hvenær skuli nota hjálpargögnin og eru þau öll sérstaklega merkt hverju verkefni. Ávinningur tónlistariðkunar með börnum er svo margþættur og þar má til dæmis nefna félagsleg tengslamyndun, tilfinningastjórn, máltaka, hreyfiþroski, taugaþroski og menningarlegur ávinningur. Tónakistan kemur sem áskriftarleið á rafrænu formi eða sem útprentað kennsluefni. Í báðum útfærslum fær skólinn sér smíðaða tónakistu, hljóðfæri og hjálpargögn. Áskriftinni fylgja uppfærslur og nýtt efni bætist í safni reglulega. Rafræna leiðin hentar sérstaklega vel þeim sem sjá fram á að nýta tónakistuna á fleiri en einni deild því ein áskriftarleið er aðgengileg í mörgum tækjum. Tónakistan selst stök svo að hver og einn skóli getur keypt kistur eftir þörfum í takt við notkun. Með áskriftarleiðinni fær skólinn aðgang að innri áskriftarvef þar sem finna má kennsluefnið í heild sinni. Áskriftarsíðan er einföld og aðgengileg og því er auðvelt að læra á hana. Ég hef lært að ef réttu verkfærin eru til staðar eru allir vegir færir. Ég vona að tónakistan hafi vakið áhuga ykkar og muni veita börnum sem og fullorðnum gleði og hvetja til sköpunar og tónlistariðkunar. Allar helstu upplýsingar tónakistuna má finna á tónakistan.is eða gegnum netfangið tónakistan@tónakistan.is.